Jæja, halló og velkomin. Í dag ætlum við að kafa ofan í lög sem snerta eiginlega hvert einasta fyrirtæki á Íslandi, alveg sama hvort það er stórt eða smátt. Þetta eru ársreikningarlögun og maður getur lítið á þau sem svona sameiginlegu reglubókina fyrir fjárhagslegt gangsæi hér á landi. Ok, byrjum á einni spurningu til að koma okkur í gírinn. Hvað í ósköpunum eiga bakarið út á horni, risastort útgerðarfyrirtæki og glænýrir teknisbroti sameiginlegt? Svarið er kannski ekki alveg það sem að myndi halda í fyrstu. Jú, þau fylgja nefnilega öll sömu grundvallaleikreglunum, ársreikningalögunum. Og þetta er sko ekki bara einhver leiðileg pappírsvinna. Þetta er í raun og veru grunnurinn að sanngjörnum leik og trausti í öllu viðskiptalífinu. Allt í lagi, förum þó aðeins dýpra. Til að skilja hvað þessi lög ganga út á, þá verðum við að byrja á algjörum kjarna þeirra, þessu eina meginmarkmiði sem allt annað snýst um. Það sem er nefnilega svo áhugavert er þetta hugtak glöggmynd. Samkvæmt 5. grein lagana þá er þetta leiðarstjarnan í þessu öllu. Allt sem fyrirtæki gerir í sínu bókhaldi á að miða að einu, að gefa áreiðanlega og skýra mynd af því hvernig fyrirtækinu gengur. Þetta er í raun tryggingin fyrir því að allir, hvort sem að það eru fjárfestar, lánveitendur eða bara almenningur, geti treyst þeim tölum sem þeir sjá. En, og þetta er mikilvægt, lögin gera sér fulla grein fyrir því að það er ekki hægt að setja nákvæmlega sömu kröfur á lítið fjölskyldufyrirtæki og eitthvað alþjóðlegt stórfyrirtæki. Einmitt þess vegna er einn allra hagnýtasti hluti lagana þessi flokkun fyrirtækja eftir stærð. Og hvernig er þetta gert? Jú, lögin nota 3 mjög einfalda mælikvarða. Heildareignir, hreinaveldu og svo meðalfjölda starfsmanna eða ársverka eins og það er kallað. Og hér er lykilreglan sem gott er að muna. Fyrirtækið þarf aðeins að uppfylla 2 af þessum 3 viðmiðum til að lendi ákveðnum stærðarflokki. Fyrirtæki geti til dæmis verið með frekar litla veltu en átt fullt af eignum og verið með marga starfsmenn og þá myndi það samt flokkast hærra. Og þessi tabla sýnir þetta alveg einstaklega vel. Við skulum aðeins renna yfir hana. Örfélögun eru þau allra minnstu með eignir undir 20 milljónum. Lítilfélög tegja sig upp í 600 milljónir í eignum. Svo koma meðalstórfélög með eignir alltaf 3 miljardum. Og ef fyrirtæki fer yfir þau mörk, aftur í að minnstakosti 2 flokkum, þá telst það stórt félag. Þessi flokkun er algjörlega grundvallaratriði því hún ákveðar nákvæmlega hvaða reglir gilda hvern og ein. Stoppum aðeins við þessa tölu. 3 miljardar króna í heildareignum. Þetta er ekki bara einhver tala. Þetta er í raun línan í sandinum sem skilur á milli meðalstóra og stóra fyrirtækja. Að fara yfir þennan þröskuld þýðir ekki bara að fyrirtæki sé að vaksa gríðarlega, heldur líka ábyrgð þess, gagnvart okkur öllum, gagnvart samfélaginu, sé að aukast verulega. Þannig að kjarninn í þessu er einfaldur. Ábyrgðin vex með stærðinni. Þetta er svolítið eins og að klifra upp stíga, þar sem hvert nýtt þrep bætir við nýjum kröfum og nýri ábyrgð. Jæja, förum þá upp þennan stíga saman og skoðum nákvæmlega hvaða kröfur bætast við á hverju einasta þrepi. Þetta er svo spjaldkerfi. Alveg neðst er örfélagið sem getur samkvæmt 3. grein skilað inn mjög einföldu yfirliti sem byggir bara á skattframtalinu. Svo þegar það stækkar og verður lítið félag þá bætist ein krafa við, skýrsla stjórnar. Sem meðalstort félag þarf það svo að bæta sjóstreymis yfirlitið við pakkan og alveg efst á toppnum eru stóru félögin sem samkvæmt 66. grein D þurfa að gefa upplýsingar alls konar ófjárhagslega þætti eins og umhverfis og samfélagsmál. Þannig að kröfurnar hlaðast ofan á hver aðra. Og þessi setning fangar heimspeki lagana eiginlega fullkomlega. Þetta snýst ekki að refsa fyrirtækjum fyrir að ná árangri og vaksa, heldur að tryggja að þau fyrirtæki sem hafa mest áhrif á efnahagslíf okkar axli líka stærstu ábyrgðina þegar kemur að gangsöri. Svo, hver er þá tilgangurinn með þessu öllu saman? Af hverju þessi ítalegu lög? Svarið liggur í einu, gríðarlega mikilvægu orði, traust. Þessar reglur eru nefnilega svo miklu meira en bara formsatriði. Þær skapa umhverfi þar sem fjárfestar þora að leggja pening í fyrirtæki, þar sem bankar geta metið áhættu á raunhæfan hátt og þar sem samkeppnin byggist á verðleikum en ekki einhverju leyndarhyggju. Þetta er einfallega undirstaðan að heilbrigðu og traustu hagkerfi. Þannig að ef það er eitt sem er vert að taka með sér úr þessari yfirferð, þá er það þetta. Ársreikningalögin eru í raun brúin. Þau eru brúin sem breytir lokuðum gögnum einkafyrirtækja í það opinbera traust sem allt samfélagið þarf á að halda. Þetta skilur okkur eftir með eina spurningu til að velta fyrir okkur.
Hvernig nákvæmlega tryggja þessa sameiginlegu leikreglur að allir sitji við sama borð, sama hversu stórir eða smóir þeir eru? Þar liggur nefnilega kjarnin í því hvers vegna þessi lög eru svona ótrúlega mikilvæg. Takk fyrir.